Rúmfræðiteikning getur verið teikning af hvaða rúmfræðilega fyrirbæri sem er, til dæmis þríhyrningur eða hringur eða þess vegna í þrívídd. En yfirleitt þegar við tölum um rúmfræðiteikningar, þá erum við að tala um teikningar sem eru teiknaðar með reglustiku og hringfara. Við getum til dæmis teiknað línu með reglustiku, merkt á hana 2 punkta, sett hringfara niður þannig að oddurinn sé sem sagt hérna megin og blýanturinn hérna megin, teikna þannig hálfhring hérna og annan hálfhring hinum megin frá. Og ef við förum í gegnum þessa 2 punkta, það er nú betra að gera þannig að það sé meira bil á milli línuna, sem sagt. Það var þetta alveg svona. Og þannig getum við teiknað þveril á línuna. Sem sagt, striks sem er hornrétt á fyrstu línuna og fer í gegnum hana mitt á milli punktana. Þannig ef þetta væru, ef að strikið endaði bara hér og hér, þá væri þetta miðþverill. Það er hægt að teikna svona með hringfara og reglustiku allt mögulegt. Það er hægt að helminga horn, það er hægt að teikna jafnhliða þríhyrning og eftir því sem maður verður flinkari og flinkari og lærir fleiri og fleiri triks með þessum verkfærum, þá getur maður teiknað flóknari og flóknari rúmfræði teikningar.